Jæja, þá erum við nýbúnar að fríska upp á útlitið og eins og hann Bárður, umboðsmaður, sagði að við ættum að gera. Og alltaf er gott að prófa eitthvað nýtt, þannig að við prófum að kaupa eitthvað aðeins meira kynþokkafullt á góðri íslensku. Og já, og svo er bara næsta dagskrá, hvað heitir hann aftur? Það er framkomunámskeið hjá Fróða Frey og við erum bara mjög spenntar að prófa eitthvað svona nýtt og út fyrir kassan. Ókei, hvað segið þið gott, gælur? The hills are alive with the sound of music. Já, flott, býða aðeins. Ég heiti Fróði Freyr og ég er markþjálfi og Wristmaster, nei, joke. Ég er sem markþjálfi, sko, svona í alvörunni. Og ég hjálpa fólki bara að get their groove back, skilur við. Ok, við getum byrjað. Ok, þú heitir Ogga, og þú heitir Olga. Já. Ok, og þú heitir Ragnheiður. Ok. já, líka Ok, það er allt í lagi að brosa, stundum. Elvis mjadmir. Þarna, ok, þessi kann þetta. Ok, nei, þetta belti gengur ekki. Ég held þetta sé Gucci. Það skiptir ekki máli hérna. Við erum öll jafnandi Guði og alltaf. Ok, þú verður kötturinn og þú verður músin. Ok, skiljið mig. Það er útskipt eitthvað meira. 1, 2. Ok. Mjá. Nei, stopp. Ok, núna ert þú móðir þín. Þetta er móðir þín hérna. Dáin. Hún er dáin. Og þú varst að koma að henni inn í eldhúsi á Hlíðavegi 46 á Ólafsfirði. Og af stað. Heilinn er bara eitthvað 10% af líkamanum, eða minna. Hvað er allt hitt? Má sjá, hvað er allt hitt? Hittir hér. Hittir hér? Já, þetta er svona smá bara axlir. Hvað er mjaðmir? Má sjá. Sko, Þannig ég er að rannsaka morðið á móður minni, en hvernig... Nú ferð þú hérna, aðeins hérna. Nei, bara bein. Bara bein, svona, skríða, svona, já. Skríða, já, svona, flott. Þú getur nú betur en þetta. Olga, þú getur þetta. Já, þú ert flott, já. Komdu, Olga, komdu með. Tempo 2. Hvað þýð það? Hægri, hægri, klapp. Vinstri, hægri, klapp. Pröfur í okkar hópi. Þetta. Takk. Þessar stelpur, það er fullt í þeim, sko. Ég sé fullt í þeim. Olga er alveg með þetta, sko. Hún er með eitthvað svona white girl hips sem maður sér ekki á Íslandi, sko. En hún Ragnheiður, hún er stíf. Það vantar flæði. Þetta er svo flóð og fjara. Já, Olga er flóðið, Ragnheiður er fjaran og þær þurfa okkur annari. Þetta er yin og yang. Þetta lærði ég í Kína. Ég fór skiptina þangað árið 2010. Næsta dagskrá er að gera ferilskrá og við viljum hafa hana mjög professional. Og já, maður sjá ég með mína hérna einhvers staðar. Sjáðu, svona á þetta lítið út. Vá, hvað mikið. Já, ég er búin að bara, já, mikið. Kynjafræði, viðskiptafræði, viðbragðsstjórnun. Svo hann kíkti maður aðeins í rafvirkjan, en kannski er það ekki alveg. Og svo, ok, við byrjum bara á þér. Hvað er menntun? Ég fór í Árbæjarskóla. Flott. Í 10 ár. Já, grunnskólinn, einmitt, flott. Já, í grunnskóla, já. Og þú náttúrulega kláraðir hérna ekki Vestló. Nei. Vestló. Ég held ég hafi tekið eina en... Við skrifum bara að það að fara í Vestló saman. Ok. Ok, svo það var bara komið að starfsmenntun. Ok. Nei, ég meina auðvitað starfsreynslu. Svara símanum hjá mömmu. Já. Skrifstofunni. Við, móttöku
móttökudama. Maður vill alltaf láta allt hljóma rosa vel. Yfir móttökudama hjá tannlæknastofu Sigríðar. Ok. Svo varstu, hvað meira? Ég held að sé ekkert meira. Olga, þú ert búin að vinna við meira en eina vinnu. Ég fór í unglingavinnuna. Þannig að... Já, það er nú kannski ekki flott að hafa það á ferilskráni. Olga, geturðu reynt að einbytta þér? Er þetta einu sem þú ert með? Já, ég held það. Já, þetta er... Fólk er misjafnt. Ég ætla að sjá. Olga, ég var að grínast. Olga, manstu, grín í hófi er alltaf gott. Olga, viltu, þú ert föst, leiðu mér að hjálpa þér. Já, ég er að leyfa þér að hjálpa Svona, nei, Olga mín. Olga mín. Ó nei, Olga, nú verður þú að hjálpa mér. Olga, nú verður þú að hjálpa mér, ég er föst. Vittu, nei, þetta er svona, allt í lagi, gott að skemmt. Ekki líka í gólfinu. Ég var alltaf að klúðrófa. Veistu hvað, á ég að segja þér eitt. Einu sinni var ég svipuð og þú, ekki alveg eins, en svona svipuð og þá kunni ég ekki gera ferilskrá. Svona 8 ára gömul. 8 ára? Ég man það ekki. Ég er alveg 30 ára. Já, veistu, engin blómstra á sama tíma. Okay. Það er bara svona. Hún Olga, hún er náttúrulega algjörlega einstök. Og eitthvað sem kannski góðir íþróttamenn myndi segja untapped potential. Hún er náttúrulega, hún hefur ekki haft mikinn stuðning í gegnum líf sitt. Þannig að ég hef svolítið tekið hana til mín og hún gisti hjá mér. Ég hef basically klúðrað öllu sem ég hef gert og Ragnheiður hefur gert bara allt fyrir mig. Þannig ég bara skulda henni að gera þetta vel og ég verð að gera þetta fyrir hana og fyrir mig líka. Og ég bara tilbúin að gera eitthvað rétt.